Svo. Það er ekki hvernig það virkar. Ég ætla að vona að ég sé ekki eyðileggja lengi. Svo lofa ykkur að það er svakalega góð lykt. Pröfum við það. Baka, taka 3 eða 4. Gleðilegan þriðjudag. Þetta verður svona örþáttur sem ætlar að vera í svona sambandi við þáttinn á fimmtudaginn. Því að sósan þarf að liggja svolítið í allavega 2 daga, þá verður hún orðin rosa góð. Eða sósa, þetta er eiginlega olía. Ég ætla að setja búið til chili olíu, eða svona hvítlauks chili olíu. Ég ætla bara ekki að hafa þetta neitt mikið lengra. Þáttinn en introið. Þannig að við byrjum bara á þessu. Það sem við þurfum í þetta er eitthvað svona grænmetsolía. Ég er bara með sólblómaolíu. Bara svona einhverja létta olíu sem þolir ágætis hita. Chili. Fullt af þurrkuðum chili. Svona chili flögum. Sjáu þið. Sesamolíu. Bara upp á stemninguna. Hvítlaukur. Ekki allt en segjum 1 stykki. Herðu, já. Nei. Ekki neitt. Það sem við gerum er bara meira pappírsvissinni á þessum hvítlauk alltaf. Þetta er eins og bæjarskrifstofa á Brussel, það er svo mikið pappír. Svona, heill hvítlaukur. Skerum aðeins yfir þetta. Bara aðeins að svona fá meira, hvað sem er, surface. Svona rými. Sem olían geti umnukið hvítlaukinn. Svo viljum við ekkert of háan hita. Bara einhvers staðar svona í miðlungnum einhvers staðar. Í þetta magn af chili. Beauty við þetta er að það er aldrei hægt að treysta á hita, þú veist, hvað þýðir hot, hvað þýðir extra hot og hvað þýðir bara flaming hot. Stundum er það bara ekkert hot, mér finnst það allavega ekki, sko. Þannig að mér finnst rosa gott að þetta er svo létt, að gera þetta bara heima, pröfa sig áfram, gera bara minna batch heldur en þetta til þess að byrja með og og þá getur þú bara fundið akkurat svona hitan sem þig langar í. Já, hættum þessu röfli, setjum hvítlaukinn úti. Ég vil þetta bara hitni hægt og rólega. Svo bara, sjáu hvernig hvítlaukurinn brúnast. Herðu, gleym meinu. Ég ætla að setja smá Sichuan-pipar út í. Bara svona mikið. Sichuan-piparinn, hann gefur svona numbing bragð í munn. Það er eins og þetta sé bara orðið ógeðslega fiersli hot, sko. Þannig að ég er með smá svoleiðis. Nú er ég búinn að lækka bara alveg hita niður í ekki neitt, sko. Þannig eru komnar smá bublur. Nú, ég vorst að sjá þetta. Þið sjáu eitthvað svona, það er eitthvað að gerast þarna. En ég vil ekki láta það verða bara allt of heitt, sko. Ég er ekki að djúpstekja hvítlaukinn. Ég er bara að láta hitan svona ekstrakta olíuna úr. Djöfull er ég lélegur í íslensku núna, maður. Fyrirgefið. Sagði næstu sorry. Það er sko alveg nauðsynlegt að leyfa þessu að fara hægt og rólega. Ég veit ekki af hverju ég er að hvísla. Það er eitthvað svo mikið þögn hérna bara. Nú get ég séð að það komið smá litur í hvítlaukinn. Ég ætla að leyfa þessu stekjast aðeins lengur. Ef þið eru með svona græju, ég er með svona hitagræju. En þetta eru komin upp í svona 130 gráður sem er svona tæplega djúpsteking. Ég myndi setja 130 gráður svona fyrstu djúpstekingur af frönskum kartöflum.
komin á hvítlaukslykt. Ég held að það sé engin vampíra að fara að mæta hingað sko. Já, ég ætla að taka út sem sagt hvítlaukinn og hérna Sichuan-piparinn. Það er bara ekki gott að bíta í Sichuan-piparinn. Þannig að ég myndi reyna að taka hann allan. Svo næsta, hann krefst að vera með svona rafsuguvettlinga. Það ætti að duga fyrir næsta. En þá færum við þetta hérna bara upp. Allt þetta chili. Og hrærum við upp í þessu þannig að hann brenni ekki sko. Hella olíu hérna út allt. Ég er sem var að þrífa þetta. Svona er þetta. Svona lítur þetta út. Svo bara leyfum við þessu að standa, bara svona, og getið sett klút yfir þetta eða eitthvað svoleiðis. Og þetta verður bara í lagi þangað til þið klárið þetta. Við sjáum svo bara á fimmtudaginn. Þá ætla ég að nota þetta í réttinum. Hérna er ég með kannski smá tips hvað verður í matinn á fimmtudaginn. Þannig að, herðu, nokkrir örfáir dropar af sesamolíu. En ég ætla ekki að smakka í dag. Ég ætla bara að segja bless og hérna, ef þið líkið þetta, þá megið like þetta og share. Alltaf að fá smá auka like svona og auka share svona á þriðjudegi. Þannig að ég sé ykkur bara á, hvað ég segja? Ég sé ykkur á fimmtudaginn. Herðu, við sjáumst.